Já, ég var svolítið eitthvað aðeins að eiga við námsáætlanir hérna af því að það fellur niður fyrirlestur núna í sem sagt 21. febrúar uh, en það verður samt dæmatímar og það riðlar aðeins verkefnunum af því að verkefni 4 verður í raun React verkefni þannig að en ég finn eitthvað út úr þessu, ég held ég færi þetta aftur hérna þannig að við verðum hérna með verkefni og höldum taktinum í minni verkefnunum og léttum þá aðeins lokin, þannig að við verðum ekki með svona þétt skil hér, heldur 6 fyrir upp, 5 fyrir upp það verður þetta 1 vika án skila en það er líka annað sem að ég er með og ætla að gera er í raun að bjóða upp á því það eru nokkru nemendur sem eru bara svona hefur komið upp á einhverju, komið seinna eitthvað verkefni 1 gekk ekki nógu vel þannig að þessi möguleiki á að vinna sig eitthvað upp ef eitthvað kemur upp á að sjá, chat 21. er mánudagur já, fyrir ekki þetta er svo vikan sem byrjar á mánudeginum þannig þess að 23. verður ekki fyrirlestur ég eftir að setja þetta betur inn hérna þannig að þetta sé augljósara hvað ég á við en já, til þess að geta unnið sig upp að einhverju leyti þá er ég að spá í að bjóða upp á aukaverkefni sem er þá til upphækkunar sem er ekki skildaði skilið en sem yrði þá í formi einhvers konar kynningar þar sem að þið væri þá bara myndu taka á ykkur að búa til ykkar eigið verkefni þar sem við varum að horfa á að þetta væri einhverja ég veit ekki hversu stór skali þetta væri en þar sem við værum ekki að hugsa kóða per se þetta væri að hugsa eitthvað end product og þá væri það áhugavert eftir að við búin að fara hérna yfir React þar sem þeir geti búið til eitthvað svona smá eitthvað sjálf ef þau hafi gengið með í maganum einhverja hugmynd getur verið gaman að búið til einhverju svona fyrstu prototípu af því og þegar ég segi að þetta myndi ekki snúast kóðan þá væri þetta meir það að snúast að vera með einhverja hugmynd executa eitthvað á þá hugmynd hvort sem það væri að búið til einhverja prototípu sem er voða einföld búið til prototípu sem er kannski aðeins flóknari búið jafnvel til bara eitthvað fake hver veit og kynnana að því leyti að þeir myndi þá koma hérna og nýta þetta fína pláss sem við höfum inn í Háskólabíói og kynna ég er að hugsa svona 5 mínútur að þetta sé ekkert rosalega stórt en þetta er svolítið commitment og á móti commitmentinu kemur þá möguleiki á það að vinna sig upp 10-15% aukalega á móti verkefninu og þetta kemur þá til upphækkunar líka bara yfir höfuð þannig að ég er aðeins að klára flessa út þessa hugmynd ég er búin að ræða hana við nokkra nemendur þeim leist vel á hana þá nemendur sem hafa einhver áhyggjur af því að vera komin aftur úr af því að þeir náðu ekki að koma seint inn í áfangan eitthvað svoleiðis ef það hefur feedback endilega skjótið á mig annars bara held ég ótröður áfram í mínum pælingum annað tengt þessu er í rauninni búin að setja inn fyrstu útgáfu hópverkefni 1 sem ég ætla að renna yfir á eftir það sem er komið inn tengist í rauninni því sem við vorum að fara yfir í seinustu viku var námsefnið þá sem var í rauninni svona gagnamodeling að búa til eitthvað í einhverja Postgres töflur sem við erum síðan að vinna með sem við unnum með í senasta fyrirlestri og búa til hérna með validation og vorum eitthvað að sjá hvað gerist ef eitthvað óeðlilegt væri að fara þar inn við ætlum að halda áfram með það í dag en pluss það að setja upp bara notendaumsjón og aðeins að hugsa og ræða öryggi tengt þessum hlutum sem við erum að brasa og já en ég ætla bara að halda áfram ég ætla nú að ná í síminn svo ég veit hvað klukkan er ok upptaka er í gangi það sem við enduðum í seinustu viku og erum bara á sama stað og ég reyndi að sá það núna þegar ég var að opna þetta ég klikkaði að committa þannig að við skoðum hvar við stöndum sjá það er eitthvað DS store skrá sem Makkinn bætir alltaf við sem er eitthvað þarna byrjum við já, ég búinn að drakka þetta svona
svona, nú þetta farið. Bætum við hérna vika 5, vika 4 var þetta. Púsum þessu, afskonar á þessu. Já, mér sé adda ekki einu sinni. Byrja vel hjá okkur. Svona, þú nú erum við á með hreint brans núna. En við erum ennþá þetta, ég hef ekki ennþá náð eitthvað að taka eitthvað til í þessu, en mér finnst það svo sem alltaf leið. Þetta bara svolítið svona chaotic dæmi sem við erum hérna að byggja saman. Einhver algjör samansuða af alls konar. En það sem við vorum að gera var að setja inn þetta form okkar með einhverja leið til þess að fá validation á gögnum sem voru að koma inn. Við vorum búin að búa til einhvern gagnagrunn hérna sem við erum með þessari skemu hér sem einhver komment sem fólk gat sett inn og við erum með einhverja birtingu af þessu. Þannig að ef við keyrum þetta upp og sjáum aðeins hvar við stöndum þá erum við með þetta hérna. Við erum með þessa frábæru validation ennþá, en ef ég skrifa hérna Óli og skrifa athugasemd þá segja þetta hægt og rólega verður eitthvað minna af validation villum þangað til að lokin að ég get skrifað athugasemdina og við sjáum hérna gagnagrunninn okkar er keyrandi frá því seinustu viku en nú man ekki hvað hann er, þannig þá sé ég hérna í env sem er þessi tenging við það sem við erum að tengja, þar sem við erum að skilgreina hvar gagnagrunnurinn á heima og hann er hérna eitthvað vef2 blogg, þannig ég get gert psql vef2 blogg, ég get gert /d comments og þá sé ég struktúrin á töflunni og þá sé ég að hann passa við þetta skema sem við vorum að gera. Þetta er eitthvað svona. Íta Q þannig til að loka þessu, svo getur ég gert hérna select stjarna from comments og þá getum við séð þessa fæslu sem við erum komið með. Við vorum með eina staka fæslu hérna sem við vorum ekki með validation, svo erum við komið með validation hérna inn og núna erum við komið með þetta. Sjáum hérna fæsluna sem við vorum að setja inn. En núna viljum við taka þetta og við viljum koma þessu út og leyfa alheiminum eða þeir sem eru með internettengingu að tengjast vefnum okkar og hérna kommenta. Þannig að ég ætla að logga mig inn á Heroku, ég er hérna með upp eitthvað frá því seinustu ári og eitthvað, en líka eitthvað núna. Þar með talið er ég með þetta app hérna sem er þetta vef2 2020 blogg og við sjáum hérna að hér var eitthvað að gerast, að það var eitthvað build sem succeedaði bara núna fyrir mínútu og það triggeraðist af þessu committi frá mér. Þannig að ef við skoðum hvað var að gerast hérna, þá séum við hún buildaði bara af því að við erum í rauninni með þetta continuous deployment í gangi sem við settum hérna í gang hér, þar sem að hún auto-deployar frá main. Og það er bara alveg sem með hérna Netlify, leið og kemur nýtt commit þá er það deployað. En það kemur bara ef þið er deployað á main bransi, þannig að við getum í raun unnið með pull requestur þar sem við erum að vinna á einhverju bransi án þess að það sé að gefa eitthvað út og það leyfir okkur að nota eitthvað svona vinnuflæði þar sem að við getum unnið eitthvað í bransum, við getum committað í á GitHub, aðrir í teiminu okkar geta tjekkað út eða lesið yfir pull requestun okkar og kommentað átt í einhverjum samræðum, bætt kóðan okkar saman þar. Það er mjög gott vinnuflæði og virkar ágætlega. En svona margt sem þarf að hafa í huga þar. Til dæmis þegar við erum að vinna í þetta að hafa góða leiðbeiningar um hvernig að testa hluti sem við erum að vinna í, hvernig við erum að keyra þá upp, þarf að bæta einhverju við í environmentinu þegar ég hafa eitthvað keyrandi hjá mér og að þetta sé einfaldlega ekki ótrúlega mikið af mismunandi virkni sem maður þarf að reviewa og hérna, bæta við. Af því að það er yfirleitt þannig að þú fær pull requestur sem eru 10 línur þá hefur sko allar skoðanirnar, en ef þú ert með pull requestur sem er 1000 línur þá hefur engar skoðanir af því að það hefur engin tíma til að fara yfir 1000 línur fyrir allir eru rosa busy. Þannig að hafa þetta svona skýrt og skorinort og reyna að halda okkur við svona einhver ákveðin verkefni í pull requestum. Og þetta getur þá hjálpað okkur þegar þið fara að vinna í hérna hópverkefni að nýta þetta flæði þar sem að þið getið þá verið að
að vinna saman að einhverju sameiginlegu markmiði með skýr markmið samt fyrir hvert og eitt ykkar, en alltaf verið að sameina þetta inn á þetta main branch til þess að hafa í raun verkefnið að það sé bara stöðug framþróun í því. En allavega, við erum komið með þetta og við erum hérna með Postgres gagnagrunn sem að í raun var bara þannig að ég skrifa hérna Postgres, ég valdi hann hérna og honum var bætt við. Þegar honum er bætt við þá verða hérna til svona environment breytur á Heroku þar sem að ég er í raun með þetta database url hérna og það er bara eitthvað sem vísa bara eitthvað út í skýið. Það er eitthvað Postgres gagnagrunn hérna út í skýinu sem við getum notað. Við ætlum að gera það af því að það sem að gerist núna er í raun, ég get skráð þetta hérna og við fáum þetta á nákvæmlega sömu hérna, en ef ég set þetta allt saman rétt og satt og skrifa athugasemd þá fáum við villu. Og þá getum við skoða núna, ok, það er einhver villa þarna og þetta virkar locally hjá okkur. Þetta virkaði, ég sá þetta virka á hann, af hverju er þetta bila hér? Og það er tvennt sem ég get gert, ég get farið hérna og gert view logs og þá sé ég bara í tail endan hérna á henni, villunni, þannig að ef ég prófa að tryggja hann aftur þá kemur hún inn hérna og þá kemur þetta relation comments does not exist. Við sáum það líka í seinustu fyrirlestri og það er það bara, hún finnur ekki gagnagrunni sem við erum að vísa í þegar við erum að reyna að inserta. Sem þýðir þá að það er ekki gagnagrunnin hann á bakvið eða þá gagnagrunnin sem við erum að tengjast, þegar við erum að ná tengjast honum, annars fengjum við aðra villu, hann er ekki með töfluna. Önnur leið til þess að gera þetta er ef við erum hérna, ég er skráður inn í Heroku gegnum Heroku CLI tólið og þá getur gert Heroku logs t þá er ég núna að teila loggin þegar ég er að hún klárar ekki, við sjáum að heldur áfram forritið hérna og ef ég fer núna ef við gerum svona og ég reloada þessari síðu þá sjáum við að það kom inn allar sömu villunar, þannig að þetta er í raun að horfa í rauntíma á það sem er að gerast í appinu mínu. Þannig gæti ég verið með eitthvað keyrandi og ef þetta væri app sem að væri einhver væri að heimsækja þá var ég að sjá bara dúndrast inn allt sem að appið mitt er að logga út. Og það getur þá verið eins og þessi Heroku router sem er að segja okkur bara að það kom inn hérna beiðni með method post á /post í gegnum hostin bla 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 hérna eitthvað, það með eitthvað ákveðið request ID, þetta er einhver dyno og einhverjar upplýsingar það. Og tilbaka skila hann 200 sem HTTP status, en þú veist, þetta er það sem gerðist. Þannig að routerinn er bara að ráta frá internetinu inn á appið okkar og skila svo einhverju út. Það sem appið okkar gerir, routerinn alveg saman það. Það sem appið okkar loggar út, það kemur hérna undir þessu app web 1. Og það er þá þessi villa. Þannig nú viljum við laga hana og það sem við þurfum að gera er að setja upp þá gagnagrunnin á Heroku. Og það eru tvær leiðir sem við getum farið að þessu, ég ætla að sýna ykkur aðra þeirra núna og það er bara að tengjast með PSQL klientnum inn á Heroku og þá getum við sagt hérna Heroku PG PSQL og þá segjum við Postgres tengstu með PSQL. Þá þurfum við að vera með uppsettan PSQL klientin á vélinu okkar og hann er notaður en Heroku klientin hann sér að ráta þessu rétt, taka út úr database urlinu þar sem við þurfum og opna tenginguna rétt fyrir okkur. Þannig að núna er ég komin inn á hérna PostgreSQL Shallow 62128 og hér er ég bara með grunninn hann upp í skýin einhvers staðar. Þannig að þetta er gagnagrunnurinn sem við erum á Heroku en þessi sem ég er að vísa hér hann er locally hjá mér. Þannig að þetta er þannig að ég get viðhaldið tveimur umhverfum, annað það sem ég er bara að þróa og dúlla mér við það ákveða hvernig þetta á að vera og síðan á þeim tímapunkti þar sem ég er komið með hérna, ok, þetta er skemað sem ég ætla að nota þá get ég tekið það núna og ég get bara dundrað inn hér og ég er búinn að búa til töfluna. Þannig að nú er taflan til upp í cloudinu og ég get athugað stöðuna á henni, hún er bara svona og ég get gert select stjarna from comments og það eru engin komment komin inn þar. Nú get ég farið hérna, ég get gert þetta og nú virkaði þetta.
og nú fer ég og ég select upp á þessu og ég er komin með þetta komment þarna inn. Þannig að þarna er ég búinn að setja þetta upp á báðum umhverfunum mínum, production umhverfunum mínu sem eru á Heroku og locally þar sem ég er að þróa þetta. Hin leiðin til þess að gera þetta er eins og er í mörgum dæmonum í, sjá, ég lokaði nú hérna, sem fylgja sjá þetta lokum bara allir hérna, skoðum bara hérna fyrir users, dæmi passport, þá erum við með eitthvað hérna, einhverja skriftu. Þannig að þetta er einhver skrifta sem við keyrum, hún gerir eitthvað, hún gerir bara það sem við skilgreinum. Og það sem við skilgreinum þessi skrifta að gera er að lesa einhverja skemaskrá og búa svo til query sem býr hana til á gagnagrunnum. Og þá er þetta eins og er hérna í þessu 12-faktor pælingum sem að hérna er þarna tengt Heroku. Við getum kallað þetta setup.js, að við keyrum svona administrative task sem skriftur eða sem forritskóða. Við vorum með þetta undir lib eða hvar vorum við með þetta? Nei, við vorum ekki einu sinni búin að gera þetta við vorum bara með þetta allt í einu graut hérna. Ok, þá skulum við nota tækifærið aðeins og hreinsa til hérna. Tökum þetta hérna sem er bara svona mjög almennt bara svona skrifta eða svona hjálparföll sem að leyfa okkur að querya gagnagrunn og sér að tengjast honum. Þannig að við erum að nota .env til að tengjast, við erum að búa til þetta connection pool, þannig að við getum í raun skalað forritið okkar. Við erum með þetta hérna sem við þurfum til þess að SSL tengingar sem eru ákveðnir stillingar á Heroku sé ekki að valda okkur vandræðum. Síðan erum við með eitt function sem við exportum hérna sem er bara query, sem keyrir eitthvað ákveðið query og svo hugsanlega með einhverjum values sem eru þá parametrized og koma þá inn sem gögn á móti queryun okkar. Og fær client frá poolinu með eitthvað villucheck annars, framkvæmir queryið með eitthvað villucheck ef það klikkar og að lokum releasear clientinum aftur í poolið. Þannig að næsta request geti komið inn og gert þetta sem þarf að gera. Og hérna sjáum við líka að við erum með try-cuts utanum báðar þessar hérna línur sem eru í raun að tengjast eitthvað út fyrir kóðan sem við erum að smíða. Sem þýðir í raun að við getum kallað þetta query án þess að vera með try-cuts utanum það. Af því það mun aldrei hérna þróaninu nema að við gerum einhverja vitleysu eins og að skila einhverju null eða eitthvað sem er ekki til eða einhverju sem er ekki, en vonum bara að við séum nógu öguð til þess að gera það ekki. Þannig að við skulum taka þetta, fá þetta láni og búa til db.js hérna, paste þessu inn og svo skulum við taka hérna í app, ég ætla aðeins að minnka skjáinn svo ég sjá aðeins betur hvað ég er að gera. Við ætlum bara að henda út þessu sem er tengt, þessu sem er hérna. Við erum svona aðeins að taka til eftir okkur. Hendum þessu út, hendum fallinu hérna sem við erum að gera það sama. Og nú er svona gott að hugsa, ok, nú er þetta create comment, það er í raun að, það er bara að eiga við gagnagrunninn. Þannig að á það ekki bara heima hérna, allavega eins og hluti standa núna. Þannig að við færum það hérna, þannig að við erum svona að consolidata alla lógík sem á við gagnagrunninn á einum stað. Þannig að segjum sem svo að það væri eitthvað villa í að tengjast gagnagrunnum, þá væri ekki comment parturinn á einum stað, admin parturinn á öðrum stað. Þannig er þetta alltaf farið gegnum þennan eina punkt, þannig að það er bara eini punkturinn sem við þurfum að breyta ef eitthvað kemur upp. Og þetta er bara svona almennt að reyna að draga úr endurtekningu á lógík og svona sem við erum að brasa með. Svo spurning hvort við vorum með eitthvað meira hérna, við erum með post comment, það er líka eiga við gagnagrunninn. Þannig að við skulum taka það, fara það hingað og exporta það. Fjarlægja þetta console log hérna.
þá lendum við í núna að við erum með vandamál hérna og getur séð hérna undir problems PG is defined but never used, þannig að ég getur bara farið hérna, gert command punktur og þá fæ ég þá er ég að executa á þessar tillögur sem eru hérna. Ég get líka gert hérna quick fix og þá fæ ég það sama, þá bara fjarlægir þetta. Þetta er þægilega að við erum með 6 unused imports þegar maður var að færa eitthvað meira. Svo erum við með post comment is not defined, þannig að ég get bara gert hérna importaði og þetta er bara orðið aðeins betra hérna hjá okkur. Seifaði, hún autoformataði fyrir mig og nú var í raun gott fyrir okkur að fjarlægja þetta síðan yfir í sér ráð sem við varum að vísa í hérna, fyrir að posta komment, en koma því seinna. Ok, nú krassar eitthvað, við vorum að taka til og það krassaði eitthvað. Þá segir hún cannot find module libdb úr app.js og það sem að gerist hérna er að hún auto-importaði ekki með file extensioninu sem verður að vera fyrir ES modules í Node. Þannig að þarna verður að bæta við .us og þetta er komið upp hérna og við getum prófað að resenda hérna. Þetta kom inn og það er enga villur og refactorið okkar er komið með okkur þarna. En þarna erum við ekki með neinn test, en þá þegar við erum að gera svona refactor, kannski breyta því hvernig struktúrun á lógíkin inn í föllum er og færa eitthvað til og svona. Ég var að gera þetta og svo var ég að fara hérna og ég var bara svona, ok, ég vona allt virki, testna það, á meðan að testin geta gert þetta fyrir okkur sjálfkrafa. Öll þessi manntími sem fer í að keyra eitthvað svona handvirk test, hann minnkar svolítið. Og það sem við erum í rauninni að gera núna í verkefni 2 er að hugsa okkur, hvernig getum við þá testað eins og þetta hérna að búa til eitthvað í gagnagrunnum. Þannig að það er svona smá æfing sem er í verkefni 2 og er þessi grunnur að. En þar er lykillinn bara að búa til nýjan gagnagrunn, henda inn í hann og tæma hann síðan. Eins og við fórum aðeins yfir í seinasta félagstri. En það sem við ætlum að halda áfram að gera núna, nema það séu einhverjar spurningar. Já. Já, það er góð spurning. Hérna þegar ég er að nota þetta, þá er ég ekki að taka fram í raun hvernig veit hún hverju hún á að tengjast. Og það er í raun, stekkum þetta aðeins aftur hérna, það er implicitly athugað út af því að ég keyrði áður Heroku git remote og valdi þá appið. Ég valdi hérna nafnið á þessu sem er þetta VF2 og svo er þetta stundum að kopja, já það er bara þetta, þessi. Þannig ég gerði þetta og það sem að þetta gerir er að setja remoteið Heroku á þetta og ef það er til staðar, þannig að við getum þá að sé hérna git remote og sjá ég er bæði með Heroku og ég er með Origin sem er GitHub. Ef að Heroku kliðið finnur þetta sem remote þá deducer hún þú ert að biðja hérna VF2 2022 blogg og ég þarf ekki að gera það. En annars ef ég fer bara í nýtt terminal hérna og ég skrifa Heroku PGSQL já, ég meinti þetta þá segir hún missing required flag eða app þegar þá veit hún ekki, hún hefur ekki þessar upplýsingar úr remoteinu og þá get ég þá get ég sér tiltekið það nákvæmlega að nei Heroku PGSQL það þarf að fara aftur hingað svona og þá tiltekið þetta og þá athugar hann, já, ok, þú ert loggaður inn sem einhver notandi sem er actually með aðgang að þessu appi, ég leyfi þér að tengjast í gagnagrunni. Svo ef ég ger þetta bara fyrir eitthvað random sem er ekki til, þá er hún bara ég fann þetta ekki. Og það er líka það sem við fáum bara ef við reynum að tengjast ykkur sem við eigum ekki heldur. Nei, já, og create database, þegar þú getur í raun Heroku klið og þetta viðmót hér er svona eiginlega í feature parity.
þannig að allt sem ég get gert hér get ég gert í tólinu og öfugt. Þannig að ég sýndi það með því að fara hérna og gera Postgres, en þú getur líka gert Heroku, ég man ekki, þannig að við getum skoðað hérna, hérna eru allar aðgerðirnar sem við getum gert, þannig Heroku add-ons, ég get gert Heroku help add-ons, og þá er hérna add-ons create, eða bara skoða allar, þá sé ég bara öll add-ons sem ég er með á öllum hérna uppunum mínum. Svo get ég gert hérna create og þá get ég sett Postgres og þá get ég attacha þessu og þá get ég í raun gengið það langt í raun að ég geti verið með einhverja skriftu sem setur upp bara Heroku instansa fyrir mig, fyrir eitthvað. Og þarna erum við komin út í það að svona pælingar, að vera að skripta uppsetningu á umhverfi, er þetta sem Docker og Kubernetes er að gera fyrir okkur. Það sem við erum að segja, ekki bara settu upp hérna eitthvað app og tengdu við Postgres, heldur líka bara downloadaðu Ubuntu útgáfu X, settu upp á hana hérna OpenSSL, settu upp á henni curl, settu upp á henni Node, settu upp á henni bara allt sem við þurfum og síðan er settu upp appið mitt. Og þá fáum við bara svona leið til þess að í einni skipun að búa til bara heilt umhverfi frá grunni. Sem er afskaplega kraftmikil hugsun, þegar þá getum við bara gert þetta og þá getum við bara flutt appið mitt, ég get autoskilað, ég get bara gert alltaf, þegar öll skrefin hætti að vera eitthvað svona, ég verð að vita það að ég á að kalla í þessa skipun og þetta og ég verð að vera með þessa útgáfu stýrikerfinu. Það er varla til leiðilegri böggur en að eitthvað lenda bara, ég veit ekkert hvað ég að gera þegar það er bara eitthvað, það vantar eitthvað og ég veit ekki hvað það er og ég veit ekki hvernig ég var að byrja að komast að því hvað það er. Þá þarf maður bara einhvern veginn að leita eða spurja eða bara berja hausnum við vegg. Þannig að þetta er ákveðin kostur að geta gert svona, verið með og hérna keyrt svona skipanir og þá er oft gott líka bara skráðar niður. Þannig ef við lendum í einhverju að vera með einhverja svona glósubók fyrir svona hluti þegar ég er að vinna í þessu, að þegar maður heldur að maður muni eitthvað, alltaf þegar ég komið á minn aldur, þá heldur maður muni eitthvað, ef ég skrifaði ekki niður, ef ég setja ekki í dagatalið, þá er það bara farið eftir hálftíma. Þannig að vera bara, hvernig setjum ég upp nýtt og þá getum við farið út í allt annað sem er svona, hvernig getum við búið til svona eitthvað svona glósukerfi sem er stafrænt og eitthvað skemmtilegt. Það þurfum við ekki að búa til svoleiðis app, það er til nóg af þeim, þau eru nokkuð góð. Það er mjög tímafrekt. En allavega, við erum komið með þetta og við erum komin í raun núna með bara þetta flæði. Búa til eitthvað locally, koma því upp, tengjast því, vinna okkur áfram og síðan í raun erum við komið þá þannig að við erum með eitthvað feature set sem við viljum koma út. Segjum svo, ég vildi hérna bloggið mitt sér þannig að ég geti loggað mig inn í eitthvað admin, ég geti skrifað nýja færslu, hún fyrir gagnagrunn, íta publish, þá birtist hún á forsíðunni minni og fólk getur þá farið þar inn og það getur kommentað. Þannig það getur sagt, það er svona það sem við erum að stefna núna að klára, kannski ekki í dag, en í næsta tíma. Og þá er bara komið þetta flæði og nú er ég bara komið, ég komið eitthvað comment form, hvað er næsti biti í þessu. Og skulum bara henda upp einhverju svona, einhverju auðkenningu, en það er spurning, já, höldum bara áfram í smá stundu viðbót. Þá skiptum við aðeins gír og ég ætla svolítið að halla mig bara að því sem ég fer yfir í þessum sem fer yfir passport og yfir þessa auðkenningu, þar sem ég fer alveg í gegnum þetta dæmi hérna, en ég ætla að skauta bara aðeins yfir það. Breytum öll ára þannig, við þurfum eitthvað stað til að geyma notendur okkar og við erum bara með mjög einfalt use case þar sem við erum bara með eina tegund af notendum með username og password. Þannig að það er representað í þessari töflu hérna. Og það eru margar leiðir til að geyma svona upplýsingar notendur. Við getum til dæmis hallað okkur að einhverjum öðru kerfi eins og Google. Google býður upp á auðkenningu þar sem við segjum bara hey, þú þarfst að skráðu inn en notaðu Google. Og þá þurfum við samt að geyma einhver svona metadata sem við fáum frá Google. Það getur verið einhver access key sem segir okkur hérna við getum validata að notandinn sem loggaði sig inn sé ennþá í raun valid notandi. Það getur verið netfangið, ef við báðum það, þá þurfum við oft að segja svona, heyrðu þetta app sem þú ert að reyna að logga inn á vill fá aðgang að netfanginu þínu, nafninu þínu
heimilisfanginu þínu og einhverju, þá getum við oft gefið og tekið í burtu svona aðgangsupplýsingar og þá það yfirleitt í gegnum eitthvað svona authentication flæði eins og OAuth eða eitthvað svoleiðis. Þar sem þú ert í raun með bara opinn staðal sem segir til hvernig get ég authenticata á móti einhverju öðru. Og þegar það farið í gegnum svona, hvort sem það er í gegnum Facebook, í gegnum Google eða í gegnum eitthvað. Þannig að næst þegar ég sjá þetta, þá get ég tekið eftir og séð hvernig fer þetta fram. Já, bara kannski seinast gegnum Netlify, þegar Netlify bað aðgang á GitHub aðganginum ykkar, þá fór það í gegnum svona OAuth ferli. Og þá er raun appið sem er að biðja aðganginn, segist vilja fá einhverja ákveðna parta af identityinu þínu, sendir þessa fyrirspurn og notendanum er redirectað, þannig að notandinn geti í raun vita að hann sé að vera spurður af einhverju alvöru, þetta er ekki eitthvað svona sem er verið að fissa mann, og segja þá hérna já eða nei við jafnvel þessu yfir heildina þessari beiðni, eða tekur út eitthvað nei, ég skal gera þetta en ekki gefa netfangið mitt. Og svo náttúrulega tengist þetta síðan inn í öryggi og inn í bara persónuvernd, að það að gefa upp þessar upplýsingar og gefa sumum af þessum öppum aðgang getur verið í eðlisinu hættulegt, af því að þú getur gefið einhverju appi leyfi til þess að skrifa fyrir þig færslur í þínu nafni og svo allt í einu er eitthvað farið að gerast af því einhver náði einhvern veginn að komast yfir auðkenninguna sem varð til hjá þessum aðila, eða það er bara einhver að nota eitthvað phishing eða gera eitthvað ljótt af sér til þess að stela. Og mörg af þessum öryggisatriðum sem er að koma upp í dag er í raun þegar fólk ræðst á auðkenninguna, ræðst á það hvernig við auðkenningum okkur á móti einhverjum. Og það að komast inn í Gmail hjá einhverjum getur oft þýtt að þú sért bara komin inn í 80% af stafrænu lífi viðkomandi og getur virkilega bara verið þar, getur sett svona forwarding á post, þannig að þú ert í raun bara svona, þú ert þarna, þú getur bara verið að fylgjast með og jafnvel verið að taka svona restore password og eitthvað svona og verið svona hægt og rólega að komast inn í eitthvað annað, eða þú getur farið í full on, bara eitthvað malicious að gera eitthvað af þér og það er virkilega scary að maður lendir í svoleiðis. Þess vegna mæli ég alltaf með, og mæli með núna, setja upp á þessum aðal þjónustum ykkar, setja upp two-factor authentication, ekki nota SMS, notið Authenticator app, þið getið annarkvort notað Authenticator appið frá Google eða einhver önnur, en þá fáið þið svona QR-kóða, þá skanniði QR-kóðan sem þýðir þá að þið og serverinn sem er í þessu á sama tíma stiltið ykkur á sama lindamálið og það lindamál keyrir síðan bara eftir klukku á báðum stöðum og býr til svona one-time password streymi, þannig að þá fáið ykkur á klukku sem rennur síðan alltaf út á 60-30 sekúndna fresti og þá kemur alltaf nýtt 6, 8, 10 stafa lykilorð sem þið þurfa að slá inn og þá er það í raun öruggara en SMS af því að það er auðveldara en þið haldið að replikera SIM-kort og ná yfir þeim af því að auðvitað er búið að komast að því þegar fólk vildi fá að brjóta two-factor authentication, þannig að þetta er alltaf eitthvað arms race á milli þeirra sem vilja tryggja öryggið og þeirra sem vilja brjótast inn. Já, þannig að með þessu, og það er ástæðan fyrir því að þetta er númer 1 á þessum OWASP lista núna sem kom út uppfærður 2021, er þetta auðkenningarmál. Þetta er grafalvarlegt og þetta er orðið svo ótrúlega stór partur af svo mörgu í lífum hans. Það er alltaf bara fleiri og fleiri hlutir að færast á netið og til þess að við getum gert eitthvað í okkar nafni þá þurfum við alltaf að auðkenna okkur. Þess að þýðir það að ef einhvers staðar skilur eftir litla holu sem að leyfir einhverjum að brjótast inn þá er þetta valda miklum usla í lífi viðkomandi. Og þegar maður fara að hugsa um þetta og þegar maður fara að spá í þessu, það eru svo margir vektorar sem er hægt að nota til þess að brjótast inn en við ætlum bara að vera með hvíta hattinn, með svona white hacker, að við erum bara svona ethical, við erum bara að hugsa svona, þetta eru svona thought experiments, hvað við gætum gert, en síðan implementum við bara varnir gegn því. Já, þannig að þetta er það sem við ætlum að vera með í minnsta lagi fyrir innskráningarkerfið okkar núna. En hérna getum við síðan farið áfram og við getum til dæmis sagt eitthvað role. Þá getum við sagt, þessi notandi er annaðhvort admin eða ekki.
þá getur það verið bara eitthvað boolean default false, þannig að allir notendur sem búin til þeir eru ekki eða admin. Síðan getum við venslað þetta við eitthvað, þar sem við getum sagt hérna create table roles, þá getum við búið til einhver role, þar sem við varum til dæmis með hvað gengur illa að skrifa mér, þar sem við varum með name, þá væri það til dæmis admin, user, moderator eitthvað svoleiðis, þá myndi viðkomandi fá einhver hækkuð aðgangsleyfi eftir því hvaða notandinn er. Admin má búa til notendur og henda notendum. User má bara skoða efnið. Moderator má skoða efnið og henda því. Hann má ekki búa til notendur og svo framvegis. Þannig að við getum þurft að búa til svona role-based authorization part í kerfunum okkar. Þá er þetta þessi munur á authentication. Ég kemst inn og ég get staðfest að ég er ég, eða ég er sá sem ég segist vera. Og svo erum við með authorization sem segir út frá því hver ég er, hvað má ég gera. Þú mátt gera A, B og C en ekki X og Y. Síðan í þessu dæmi hérna þá erum við með þetta hardkóða notanda sem er rosalega þægilegt bara þegar við erum að vinna í þessu og við erum að búa til þessi test að það er til einhver notandi sem við getum bara byrjað að nota. Við getum byrjað að logga okkur inn sem við getum byrjað að gera eitthvað. Og hér er síðan lykilorðið, en lykilorðið er geymt sem sagt með bcrypt hössun og hér er sett einhver útgáfa af algoritmanum, það er work factor 11, svo er einhver metadata hér og svo er eitthvað hash hérna sem fylgir þessu eftir. Þannig að þetta er gert fyrir lykilorðið 1, 2, 3 en er síðan hérna breytilegt náttúrulega eftir breytilegum lykilorðum og þarna er aftur margar leiðir til þess að geyma lykilorðum, til dæmis að nota salt með þessu eða einhverja aðra hérna algoritma. En það er samt lykillinn að nota eitthvað sem er traust og bcrypt er talið í dag vera traust. Það getur breyst eftir einhvern tíma. Þannig að þetta er það sem við ætlum að nota núna, en við skulum taka okkur pásu í 10 mínútur og byrja aftur klukkan 15:50.